Sælt verið fólkið og velkomin í Glettur. En ég komin á Fáskrúðsfjörð. Þetta eru frönsku húsin hérna aftan við mig, spítalinn næstur. Hann komin í Spariföllin, það búið að gera hann upp eins og ég hef sagt ykkur frá í þáttunum áður. Við skulum aðeins líta tilbaka og kíkja á þróunarsöguna frá því að húsið var tekið hérna frá Hafnarnesi, handan fjarðarins, fært til Fáskrúðsfjarðar, tekið niður spýtu fyrir spýtu og sett síðan saman aftur. Kíkjum á gömlu myndirnar. Út allt ríkti óstjórnleg kæti, stöðugar tröð og loftið svo heitt. Stanslaus látrasnögg hljómlist og læti og í höfði mér rann allt í eitt. Þorsteinn, hér eru smiðir að tálga og tegla til drömba. Hvað að gerast? Þannig eru þeir að vinna grind í þann franska. Það er í þriðja sinn sem að sú grind er unnin. Hérna sjáum við franska spítalann eins og hann leit út nýbyggður árið 1903. En það var húsið búið ýmsum þægindum sem fáþekkt voru á Austurlandi á þeim tíma. Þar var til dæmis rennandi vatn, frárennsli og díselrafstöð svo eitthvað sé nefnt. Þarna voru rúm fyrir 17 sjúklinga, skurðstofa, apótek og önnur aðstaða eins og best þótti á þeim árum þegar húsið var byggt. Eftir að frakkar hurfu algjörlega af Íslandsmiðum var húsið notað sem skóli en árið 1939 var hann tekið niður fjöl fyrir fjöl og reistur aftur á Hafnarnesi handan fjarðarins. Þá hafði þar myndast vísir að útgerðarþorpi og þar var franski spítalinn endurreistur sem fjölbýlishús, oft með 60 til 70 íbúum, en einnig var það skóli og samkomusalur. En útgerðin á Hafnarnesi var ekki langlíf og franski spítalinn barðist við tímans tönn í áratugi. Þar var hann til 2009, þegar hann var fluttur hérna inn á Búðakauptún á ný og er þá í endurgerð í þriðja sinn. Millibyggingin var tekin niður en síðan var ráðust í að flytja hliðar álmurnar í heilu lagi. Því úr örmum mér gösin hans leit. Í allri þeirri öser þar var allstaðar þessum linnulausa straumi skyndilega hann mér hvarf. Og ég hrökk í angist upp af ljúfum draumi og ég ætti af reiði, sársauka og sorg og ég grét. Í allri þeirri ösótað manns steig dans þessum fjölda fólks á sveimi var ég tryllt af frið og heift. En mitt hjarta veit ég aldrei gleymi þessum ókunna manni múrinn tók mér frá. Það kostaði tíma, fé og fyrirhöfn en því miður reyndust viðirnir svo illa farnir að ekki var annað fært en að taka húsin niður. Já, því miður. Og því erum við að setja þessar grindur eins og þið sjáum hérna saman. Þær eru settar saman líkjandi en að mánuði liðnum eða innan mánaðar þá verðum við búin að reisa þær á framtíðarsökli. Nú er búið að byggja veglegan grunn fyrir spítalann niður við fjöruborðið á Fáskrúðsfirði beint neðan við gamla læknishúsið. Steypuvinnu er lokið og nú verður hafist handa við að reisa grindurnar sem smiðirnir eru búnir að sauma saman úr gömlu og nýju og það er reynt að nýta allt sem nýtilegt er. Eftir því sem svona nokkur skynsemi getur talist til. Ef ég fer með rétt mál og mann rétt þá held ég að sá biti sem að mest er sponsað í með 12 sponsum í sér. Þannig að lengra verður nú ekki mikið gengið í burðarbyttum, nærum að geta. Þetta var ekki á 11. stundu sko, heldur 12. sem að þarna var gripið til. 2-3 árum seinna þá hefði þetta verið illmögulegt að nýta nokkurn hluta af honum. Og þeir voru að tappa saman sperrurnar þegar ég var hérna í haust. En hvað hefur skeð síðan? Franski spítalinn er risinn, sjáu þið bara. Já, gamli franski spítalinn er risinn, næstum því á sama stað og var áður fyrr í upphafi síðustu aldar. Nú á að verða þarna hótel sem verður tilbúið væntanlega í maí á næsta ári. Þessar framkvæmdir hafa gengið ótrúlega vel.
Þetta bara rífandi gangurina. Þetta allir á full swing og alltaf langt á undan áætlun. Ég sá haust þegar ég kom hérna, þá var nú bara verið að skrapa timbrið í spítalanum sem að núna þú ert farin að setja hér upp þakrennur. Já. Þetta komi menn til að vinna. Svona endurbætur á gömlum húsum og uppbygging, þetta ekki raun og veru sér fag? Það nú líkast til. Þetta bara vandfundið. Þeir smiðir sem geta unnið við það. Og þið alltaf góðir? Við erum þeir bestu. Það bara hann. Það minjavernd sem stendur fyrir þessum umfangsmiklu framkvæmdum hér á Fáskrúðsfirði. Reiknað með að þær kosti það bil 600 milljónir króna þegar upp staðið. En þetta nostur við gömlu húsin, þetta ekki svolítil þolinmæðina? Jú, það er það sko. En þetta sem sagt það sem maður vill vinna við, það maður vill gera allt vel og það skemmtilegt að vinna við gömlu húsin. Það alveg á hreinu. Sjáum bara gluggana hérna, þetta svona, alltaf því möblur. Þetta eru möblur, það alveg á hreinu. Þetta alveg sérstakt handbragð og menn þurfa að vita hvað að gera þegar að setja saman svona glugga sko. En þetta litla franska þorp hérna á Fáskrúðsfirði, verður það ekki eins og fólk í sparifötunum þegar þið farið í burtu? Þetta góð lýsing hjá þér, jú. Það alveg á hreinu. Þetta verður hérna alveg perla á Fáskrúðsfirði. Samt líka hugsa til þess að húsin komi að góðum notum þegar endurbyggingu lokið. Já, það algjör þvæla að vera að endurbyggja hús og láta þau svo bara standa. Það náttúrulega að vera einhver starfsemi í viðkomandi húsum. Það má ekki tefja ykkur lengur. Þetta verður tilbúið í maí á næsta ári. Svo segir fréttin. Klukkan 3. Nær 4 kannski. Me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Þegar ég var að rölta göturnar hérna á Fáskrúðsfirði, þá tók ég náttúrulega eftir því að þær heita bæði íslenskum og frönskum nöfnum, því að heimamenn segja að Fáskrúðsfjörður sé franskasti bær á Íslandi. Mon cœur qui bat. Jæja, meistari, nú verkefnuna verða lokið. Það eru 2 ár síðan við stóðum hérna síðast nokkurn veginn á sama stað, þar sem var grafið og verið að steypa hér neðanjarðargöng. Það búið að helluleggja. Þetta hafast? Þetta að hafast. Það eru eftir mánuður eða svo í land. Og þá eru menn búin að vera hér á staðnum í hálft 3. ár. Þannig að leiknum að ljúka. Fyrstu gestir bókaðir inn hvenær? Ég held að það sé svona mánaðamótin maí-júní. Þá verður búið að fylla hús og fólki. Og verður þá allt tilbúið? Þá verður þetta orðið tilbúið. Svona í öllum aðalatriðum. Húsin verða klár þá fyrir gistingu. Sýningin sem við erum líka að setja hér upp í samstarfi við Fjarðabyggð. Hún verður komin svona lengst af leið, en henni verður kannski ekki endanlega alveg lokið fyrir nær frönskum dögum í endaðan júlí. En þá verður hún opnuð með viðhöfn 27. júlí. Undir lúðrablæstri franskrar sendinefndar. Mikil veisluhöld framundan. Mikil veisluhöld framundan í því samhengi. Nú þegar þú ert að verða komin að endalokum, endurmet fyrir stöðuna, var eitthvað vitið í að fara á stað?
Það eru örugglega til mismunandi meiningar það, svo ekki sé meira sagt. Þetta verk hefur náttúrulega vaxið verulega umfangi frá því sem að við höfðum sjálfur hjá Minjavend í huga í upphafinu. Við ætlum nú fyrst bara að gera við húsið eiginlega þar sem það stóð út á Hafnarnesi, sko. Það var svona fyrsta hugsun í máli. Síðan að flytja það eitt hér og setja það á sinn gamla sökkul. En smám saman þróast þetta og þroskast og endar með því að þetta eru nú þegar orðin 5 hús og fjárhagurinn í verkinu sko 6 eða 8-faldast og 7. húsið á leiðinni áður en uppverðu staðið, þannig að þetta hefur þróast töluvert. Nú hérna á milli frönsku húsanna rennur mjög fallegur lækur. Nú þessi lækur hann tifar léttum hálasteina og í suma þessa steina búið að greipa nöfn á þeim frönsku skipum sem vitað að fórust við Íslands strendur á sínum tíma. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þú ert að hlaða, þetta mikið púsluspil. Já, þetta smá púsluspil. Hvaðan færðu allt þetta grót? Það kemur bara úr sprenginámu hérna rétt fyrir innan. Já. Og þú ert búin að vera við að hlaða alla þessa veggi hérna hringinn í kringum gamla læknishúsið. Þetta ekki svolítil þolinmæðis vinna? Já, þetta er eins og þú segir, þetta púsluspil og það bara hver steinn verður að passa á sinn stað og hérna, þetta bara vinna. Leitarðu bara þeim steini sem passar, þú ert ekki að höggva þá til? Jú, við höggum þetta til töluvert og reynum samt alltaf að finna steinin sem á að vera á hverju stað fyrir sig, en þetta svona, hvað maður segja, þetta búið að taka mann nokkur ára að komast upp á lag með þetta. Hvað heldur þú séu mörg dagsverk á bakvið allar þessar hleðslur hérna í kringum húsið? Heyrðu, við vorum í 2 mánuði með allar hleðslurnar. Við vorum 2 og það gekk bara vonum framar í rauninni. Það bara, sáttur við afraksturinn. Svo er það hérna læknishúsið hérna beint fyrir framan okkur sem svona, á síðustu metrónum í endurbyggingu. Reyndist það verðfarið en við reiknuðum með? Já, því miður, þá kom það okkur eiginlega alltaf að óvörum. Við höfum umgengist nokkur hús en þetta plataði okkur nú eiginlega kannski meira en mörgunir allavega. En ég veit að þú ert með harðsnúið lið talandi að það sé svolítil sérhæfing. Hvert fer þín mannskapur þegar þessu verkefni fer að ljúka? Er kannski von til þess að þið komið í gömul hús eða gamalt hús á Akureyri? Jú, það býður okkur eitt verkefni á Akureyri. Það gamla apótekið sem gagnmerkt hús, byggt 1856. Má nú muna fífil sinn fegurri svo sannarlega í dag. Var forskalað svona nálagt því á 100 ára afmæli sínu og orðið mjög illa farið. En stórt hús, stendur á áberandi stað og verður staðarprýði vonandi þegar að við verðum búin að ljúka störfum þar. Nú þarna allt nánast tilbúin á bara eftir að fínisera og setja inn húsbúnað, rúm og annað slíkt ef maður kíkir. Jú, skulum vera alltaf. Gera lyftuna klára. Hún hefur nú væntanlega ekki verið í upphaflega húsinu. Nei, en það svo. Við hjá Minjavend við höfum lengst af leitast við að finna húsum tilgang og not og til þess að svo geti orðið þá þurfum við stundum að ganga í aðrar áttir heldur en menn látið sig dreyma í upphafi. Og meðal annars þá var ákveðið að hafa hér lyftu. Og kíkja inn í eitt herbergið.
Við völdum inn í húsin, það var ákveðið að hafa veggfóður á veggjum inn í gistiherbergjum og það var valið svona mismunandi veggfóður í mismunandi litasetteringum eftir húsum. Svo fær skorsteinninn að njóta sín hér. Þegar ég kom hérna, ég ætla þess ekki það bil ár síðan, þá var þinn meistari að hlaða úr þessum steinum sem ég sá hann áður hafa verið að hreinsa upp og fínisera. Það er mikið nosturvinna, já. Þú ert að hlaða skorsteinn úr múrsteini og það nú eins og þessi múrsteinn hafi verið notaður einn tíma áður. Já, hann kemur hérna úr læknisbústaðnum hérna fyrir ofan. Og þetta bara, hann var bara endurinn, rifið niður og hreinsaður og endurinn bara. Þú ert sem sagt búin að fara margsinnis höndum hvert stein? Já, nokkru sinnum, já. Þetta er í 4. sinn. Þetta er í 4. sinn? Já. Þannig að það er eins gott að klikki gera það upp. Þetta er nú meistarverk. Hann lukkaðist mjög vel. Við það þegar hreinsað var út úr læknishúsinu, þá kom í ljós að þar var eiginlega óvenju mikið af múrsteinum inn í hliðarveggjum út frá skorsteinum sem að þar voru á sínum tíma. Og þar með var ákvörðunin tekin, sá múrsteinn var tekin niður, stein fyrir stein, borin á höndum út, hreinsaður þar, þannig að hér var rauður rykmökkur sem að lá yfir austurhluta Fáskrúðsfjarðar í vikum saman. Eldstæði einmitt niðri eða að kíkja niður og sjá upptökin af skorsteininu. Kíkja á það á hverju skorsteinin stendur. Jæja, hérna er upphafið af skorsteininum, sjálft eldstæðið. Ég vil nú bara segja að þetta er nú bara eins og listaverk. Þetta er askotaflott. Það er náttúrulega mikil vinn eftir Jón og þetta er að hreinsa hann allan upp og bera á hann olíu. Það var nú verið að tala um að hvíta hann jafnvel, en það er nú trúlega hætt við það, sko. Það má nú ekki eyðileggja steinin eftir að þú ert búin að nostra svona við hann. Nei, mér finnst ekki. Það er ekki búið að prófa, það er náttúrulega verið spennandi að prófa hvernig það trekkir þegar það er að kemur. Já, ég kannski bara kveikið upp eða það. Allir ég leiðir ekki að klára skorsteininu upp úr fyrst. Já, það er nú kannski betra. Já, hérna er meistarastykkið. Hérna er hann. Þetta er fallegt eldstæði. Það hefur bara lukkast nokkuð vel, já. Verður þið búin að prófa trekkir? Það er búið að prófa, það trekkir. Við vorum reyndar aðeins smeykir tíma en það trekkir. Og hérna verður matsalur? Hérna megin í þessum sal verður setustofa. En aftur austan megin í honum verður borðaskipan og þar inn af er eldhús. Þannig að hér verður matsalur hótelsins og gengt út á planið sem við köllum, því að við viljum meina að bryggjan hér fyrir utan, hún sé það öflug og að það beri frekar að titla hana við plan heldur en pall. Það verður dásamlegt að sitja hér í arineld yfir frönsku rauðvíni eða konjaki og láta sér líða vel. Jæja, segðu. Og ekki langt í það verði. Hér er búið að ganga frá öllu saman. Er þetta ekki bara harfiður hér í kökunum? Jú, þetta er svona bryggjuefni nútímans. Já. Þetta er harfiður í dekki og að hluta til í burði líka en dekkinu aðalega. Já. Þannig að hér verður hægt að tylla sér úti við á góðum degi þegar sólin skín eins og mér skilst gerir nú yfirleitt hérna á Fáskrúðsfirði. Alltaf logn og alltaf blíð á Fáskrúðsfirði. Segja heimamenn í það. Já, það er engin lygi. Við höfum reynt það við sunnanmenn að þeir fara ekki með fleipur þar, Fáskrúðsfirðingar. Já, þetta er orðin myndarbryggja, rúmlega 30 metra frá húsi. Er þá ekki draumurinn að það liggi þarna frönsk dugga við festar? Það er nú, væri óska staðan. Og það er nú svo sem þannig, ég veit nú, er nú kannski ekki mjög vongóður að finnist, en það er allavega verið að leita að gólettu fyrir okkur í Frakklandi. Finnist hún, þá reynum við að koma inn.
Nú, stóru húsin hérna sitt hvorum megin við veginn, það að segja gamla spítalahúsið og gamli læknisbústaðurinn, þau eru tengd saman með jarðgöngum sem grafin voru undir veginn. Við sjáum hérna gamla mynd sem að sérst verið að steypa göngin og í göngunum sjálfum verður safn sem að segir sögu frönsku sjómannanna. Hérna ýmsir munir sem á eftir að koma fyrir. Ef við förum hérna aðeins lengra inn í göngin, við erum beint undir aðal götunni núna, þá komum við hér, eins og við séum að koma út á dekk á franskri skútu. Hér reiðin og borðstokkurinn og hérna verða myndir á veggjanum sem eiga líka eftir himni og fuglum og guð má vita hvað og svo verður hér hljóð, sjávarhljóð. Nú hérna sjáum við hluta af mastri og svo við förum hérna aðeins inn þessi jarðgöng sem að hótelgestir koma með að ganga og skoða. Þá eins og koma hér inn í lúkar á gamalli skútu. Nú þetta urðu sjómennirnir að gera sér að góðu, þessar litlu kojur og hér sem sé í jarðgöngunum búið að smíða eftirlíkingu af þeim lúkar sem að þessi menn höfðust við í sem er yfirleitt fremst í skipunum. Nú veit ég að, og maður les í heimildum að þessar veiðar flakka hér við Íslandsstrendur að tala að hafa verið hér á hverri vertíð það til 4.000 til 5.000 frakkar og ekki lifðu þeir nú alltaf við sælukost oft í verstu veðrum og mörg skipana og margir þeirra fengu gröf, vota gröf. Er vitað hvað margir frakkar fóru hér í sjóinn í orðsins fyrstu merki? Nei, það verður nú örugglega aldrei vitað upp á gram eða til fulls. En það þó vitað að á síðustu, svona nokkurn veginn á síðustu 100 árum þessa tíma sem að veiðarnar stóðu, það sá tími sem að þau stóðu með mestum blóma frá svona 1820-30, 1825 og fram til 1930 þegar að þeim lauk svona endanlega. Þá muni hafa farið niður 400 skútur í kringum Ísland. Já. Og með þeim talið að muni hafa farist milli 4.000 og 5.000 manns. Og þeirra biðu náttúrulega heima í Frakklandi í flestu tilvíkum, konur, börn eða foreldrar, þetta voru ofta ungir drengir á þessum skipum. Er það ekki afkomendur þeirra með svona tengsl við staðinn? Má ekki búast við að hér verið fyrst og fremst töluð franska? Það væri vonandi að verði allavega töluvert talað af fransku, en ég hef einu sinni farið á verið á Íslandshátíð í Gravelín og það var dálítið sérkennilegt að horfa upp á gamla sjóhunda franska þaðan frá Gravelín og svæðinu þar í kring fella tár á Íslandshátíðinni bara við tilhugsunina aðbúnað feðra og forfeðra við þessar veiðar. Bara því þú segir í minningu feðrana, þá var það einmitt haft á orði að þetta verkefni, endurbygging franska spítalans, í hana var ráðist af hálfu minjaverndar í minningu þeirra manna sem að fórnuðu lífi sínu við þessar veiðar hér við land. Fer vel á því. En eitthvað kostar þetta nú alls saman? Hefur hugmynd hvað kostnaðurinn verður þegar upp er staðið? Já, við höfum nálgun að því. En þetta er verkefni sem hefur sem sé margfaldast í kostnaði og þetta mun losa milljarðinn þegar upp fyrir staðið, mun fara eitthvað á annan milljarð. Og hver borgar? Minjavernd hefur fjármagnað þessa framkvæmd, bæði með eigin fé og lánsfé og síðan það fyrirhugaða rekstur sá sem í húsunum hann greiði þetta tilbaka á tilgreindum tíma en það mun nú reyndar aldrei skila sér alfarið. En hins vegar höfum við átt mjög gott samstarf við Fjarðabyggð þetta verkefni og það hefur staðið með blóma alveg frá fyrsta degi.
og við höfum gert svona nokkra samninga, getum við sagt, við Fjarðabyggð þessa framkvæmdum í ýmsum hætti. Við stöndum til dæmis á bryggju sem að er að hluta til kostuð af Hafnarsjóði Fjarðabyggðar. En það verður þessi franska þjónustumiðstöð hérna í Fáskrúðsfirði örugglega mikill segull, ekki bara fyrir Frakka heldur ferðamenn almennt allra þjóða. Það er einmitt von okkar og eiginlega og staðfest trú að svo verði. Og þar með teljum við líka hjá Minjavernd að þar sé ákveðin björnunnin, því að það sé til lítils að vera að endurbyggja hús ef þau standi tóm og sálarlaus og notkunarlaus og engum til gagns.